Skulum að kíkja á ásýndir, úrlitteikningar, hvernig það eru uppsettar. Það sem við erum búin að teikna upp húsið svona mest til þetta. Við kíkja hérna í Proteus browserinn og finna hérna einhver sem þetta elevation, buildings elevation, kíkja bara austur til dæmis. Sko, þá erum við með hérna ásýndarteikningu, hún er hann stilt á 1:100, þetta er alveg þetta er. Við ætlum að setja detail level á medium. Þetta á að vera í hidden files og við ætlum að kveikja hérna á ekki sundbad heldur við ætlum bara með shadows svona. Og við ætlum svo að stilla hérna af, við ætlum ekki að sjá þetta greitt hérna. Ekki eins og gera það. Hægri smellum, segjum hide view category. Hæðalínur hérna ætlum við líka að segja hide view category. Þannig, það lítur þetta svona út. Og við ætlum svo að búa til, svona þarf einhver að gera þetta aftur fyrir hérna tegningu, þá ætlum við að búa til sem heitir view template. Við erum hérna í view flipan, view template hérna og segjum hérna create template for current view. Já. Ok. Og nefnum þetta bara ásýndir eða útlit svona. Ok. Þá er það til hérna í þessum lista hjá okkur. Gott og gilt. Ok. Nú getum við að opna hérna hinar ásýndirnar. Förum inn í properties. Skrólum þetta niður. Svo hérna view template hérna. Högum við þetta hérna og segjum veljum hérna útlitið. Og þá breytist þetta í sama form. Og hérna. Við getum líka, við skulum bara gera þetta svona. View template, hérna, ásýndir, útlit. Gerum þetta á alla 4 ásýndirnar. Svona, og pössum okkur á austur sem líka stilt með þetta. Svona. Og þá eru það tilbúnar svona. Það sem okkur vantar er síðan að við ætlum að setja inn hérna smá merkingar á þetta. Hægjamerkingu. Förum við andlitina, segjum hérna spot elevation og við ætlum að nota target protest og smellum hérna á afturlutan. Svona. Þetta er kannski ekki alveg sem við viljum nota, þannig ætlum við að laga það. Ljóma þetta með því að byrjum við að ljóma þetta. Fyrir svo hérna edit type og við kunum bara breyta þessu. Við kunum bara halda þessu hérna, target protect og velja hérna symbol hérna. Þá getum við valið hérna RTL fillet. Svona. Þá kemur þetta svona út og þá getum við fært hérna textanauðlitið. Og við þurfum að gera það sama við það kantinn hérna. Gera það svona. Og við dreigja hana þessu út hérna. Og sjá, já, kemur ör á þetta. Svo þurfum að fella hana. Og það er gert hérna, lítur arrowfit. Hérna, og segir bara hérna, none. Apply, ok. Og þá hverfur örinn. Svona skulum við hafa þetta. Síðan þar sem að þið eru með opnanlega glugga í til dæmis Sveitamörkin, þessum björgunaróp og þá skrifið þeim einfaldlega inn bara BO eða hefur við áður verið búin að búa til bíómerkuning hérna, þá við getum sólt hana þannig að ég gerir hérna skrifa hérna BO svo hann slóðstæði þess svona close og segi hérna og segi sérst hérna BO Narup og þá er svo þægilega að sækja þetta bara í nættu gluggum. Einnig þarf að sýna opnun og það er ýmist í þessum gluggum, þessi er náttúrulega pixel gluggi hérna, þannig að hann er ekki,
það kemur stundum fyrir sumum fjölskyldum að þá stendur hérna show opening. Ef það er ekki, þá þurfum við að teikna bara inn með detail line, sjá hérna annotate, detail line, og við ætlum að velja hérna hidden lines og hérna teikna bara línuna svona ofan. Þá kemur svona þrýðing og þá erum við búin að segja að þetta hérna sé opnarlega gluggi. Svona gangi ég frá öllum ásýndunum.